Loka orð, ferðin heim. Við erum komin að leiðarlokum. Kannski hefur þessi bók ekki gefið þér öll svörin. En ég vona hún hafi hjálpað þér að spyrja betri spurninga. Við byrjuðum ferðina fyrir framan spegilinn. Ekki til að dæma það sem við sáum, heldur til þess að horfa. Við lærðum að líkaminn er ekki faratæki sem á að þola allt, heldur heimili sem við búum í. Við mættum fjötrunum sem halda okkur föstum. Dómaranum sem við segjum að við séum ekki nóg. Við skoðum hvernig sambönd byggjast eða brotna. Við lærðum að vera virkir þátttakendur í eigin lífi. Við sáum að framkvæmdin skapa hvatninguna og að kostnaður aðgerðarleysis verður alltaf hærri en að virðist í fyrstu. Við lærðum að meta það sem er, að skilja heiminn betur, að velja gildi sem standa þegar á reynir og að lokum að tíminn er ekki óvinur, heldur boð, ekki til að flýta sér, heldur til að mæta. Ef einhver ein hugsun hefur fylgt okkur gegnum alla þessa bók, þá er hún kannski þessi. Lífið breytist sjaldnast í einu stóru augnabliki. Það breytist í litlu ákvörðunum sem við tókum aftur og aftur. Í einu samtali, einni fyrirgefningu, einni göngu, einni æfingu, einni morgunvenju, einu skrefi, dag eftir dag. Þú þarft ekki að verða annar einstaklingur, þú þarft ekki að verða fullkominn. Kannski þarftu bara að verða aðeins meira þú. Því ferðin hefur aldrei fyrst og fremst snúist að komast lengra, heldur að komast heim. Takk fyrir að leyfa mér að ganga þessa leið með þér og mundu, ekki með hraða, heldur með átt, ekki með fullkomnun, heldur með takti. Þangað til næst, og áður en við kveðjum, ef þú manst aðeins eitt úr þessari bók, þá vona ég að það sé ekki saga, ekki tilvitnun, ekki einu sinni ráð. Ég vona að þú munir eftir því að lífið býður ekki eftir því að þú verið tilbúin. Það býður ekki eftir því að þú verið fullkomin. Það býður ekki eftir því að óttinn hverfi, lífið gerist núna, í þessu samtali, í þessari göngu, í þessari fyrirgefningu, í þessari ákvörðun, í þessari öndun. Kannski þarftu ekki fleiri svör. Kannski veistu nú þegar það sem skiptir mestu máli. Spurningin er bara ætlar að lifa því. Því þekking breytir engu fyrir nú verður að framkvæmd. Og framkvæmd verður að vana, vanin verður að lífi og lífið verður sagan sem þú skilur eftir. Ég vona að sagan þín verði sönn, ekki fullkomin, heldur sönn. Og áður en þú loka bókinni, langar mig að biðja þig um eitt. Ekki að lesa hann aftur, ekki byrja strax á næstu bók. Sestu niður í kyrrð í nokkra mínútur, spurðu sjálfan þig. Hvaða setning sat eftir? Ekki sú fallegasta, heldur sú sem truflaði þig. Sú sem þú vildi kannski sleppa. Sú sem kom daginn eftir. Þar gæti verið eitthvað sem lífið er að segja þér. Spyrðu síðan, hvað veit ég núna sem ég vissi ekki áður? Og síðast, hvað er eitt skref sem ég get tekið í dag? Ekki 10, ekki næstu ár, bara 1. Því lífið breytist sjaldnast ef við breytum öllu. Það breytist ef við tökum næsta skref og svo annað dag eftir dag. Svo ætlum við að enda hérna á smá veislu hérna. Hérna koma setningar úr bókinni. Ég var hér allan tíman, ég var bara ekki mættur. Lyfin breyttu mér ekki, þau afhjúpuðu mig. Líðan mín var ekki eðli, hún var veður. Ég hafði leitað að sjálfu mér á stöðum þar sem ég bjó ekki. Það var ekki nýtt vandamál sem fannst,
heldur gamall misskilningur sem fékk loksins nafn. Ég sagði mér ég var að halda áfram en ég var á flótta. Ég gat ekki lengur borið sjálfa mig inn í því. Allt leit út fyrir að vera fullkomið, en innra með mér var kuldi sem ég kunni ekki að nefna. Lífið varð ekki lengur hringrás, heldur landslag. Í þessari fjölskyldu bítum við á jaxlinn. Spurningin ekki hvað þarf ég að ná, heldur ég hér. Nærveran hefur þynnst. Vakningin kemur sjaldan með hávaða. Líkaminn geymir því sem var kyngt. Vakningin líkist því að eitthvað hægi á sér nógu lengi til að sjást. Að sjá augnablikið áður en verður að næsta verkefni. Það hægt að byggja upp líf sem stenst allrar ytri mælingar. Líkaminn tekur ekki þátt í því. Ekkert þarf að vera öðruvísi til þess að ég megi vera hér. Birtu sem leggst yfir landslag áður en sólin sest. Herru, þá erum við búin að renna við þetta allt og takk fyrir þessa samfylgd og við höldum bara áfram að æfa okkur í að vera hér. Að vera hér. Og það rosa gott að spyrja sig bara hvað þarf ég núna. Og ég búin að búa til nokkur máltæki og það sem ég finnst merkilegast að lífið hegðun í leit að líðan. Taugakerfið okkar, það býr til einhvers konar hringrás. Og þegar við erum að alast upp, að þá sest eitthvað í rótina. Og ég lærði að tala ekki, treysta ekki, trú ekki. Ég var svo hræddur að fólk kæmist að því hvað ég var ömuleg manneskja. Ég var alltaf með loftnetið uppi að reyna að finna út hvað ég ætti að segja. Og svo þegar ég gat ekki meir, þegar ég gat ekki rifið sjálfa mig niður meir, að þá fór ég að dæma. Ég dæmdi allt og alla og það svolítið erfitt að vera alltaf að hugsa hvað ég gera núna, hvað ger ég þarna. Kona mín í fílu, sonur minn hann ekki ánægður með mig, þá svo gott bara að fara að dæma. Og þegar við dæmum þá lokum við bilin á milli hugsananna. Og þegar við viljum dæma eitthvað, að þá, þá segir það mér að það eitthvað sem þarf að laga. Út af því að úr fylsnum hjartans mæli munnurinn. Og með þeim mæli sem ég mæli mun ég mældur verða. Og með þeim dómi sem ég dæmi mun ég dæmdur verða. Þannig að það svo gott að setja spegilin bara hinga. Taka bara Michael Jackson til fyrirmyndar sem sagði bara I'm looking at the man in the mirror. I'm asking him to change his ways. Og það þarf svo lítið að lagast, breytast þegar við förum að skoða okkur sjálf til þess að lífið verði betra. Og það svo ótrúlega gott einhvern veginn að komast á þann stað að spyrja sig bara hvaðan vil ég að svarið komi? Í DNA-inu okkar, þá við erum bara föst í því að lifa af. Bara fyrir 100 árum síðan að þá snerist lífið að drepast ekki úr kulda og drepast ekki úr hungri. Þannig að það fyrir okkur Íslendinga að vera að skoða okkur sjálf, það bara rosaleg brekka. En það svo margt einhvern veginn þangað til það verður öðruvísi. Og til að vilja þig meira þarf það að skilja þig meira, segir Guðni Gunnarsson. Og þetta með að skilja heiminn betur snýst að þú reynir að skilja þetta forrit betur. Og það til svo mikið af upplýsingum. Og upplýsingar eru svo ofmetnar og við ofmetum til skamstíma og vanmetum til langstíma. Það sem ég vil gera, ég vil finna upplifanir sem breyta því hvernig mér líður. Og þá bý ég bara til svona heilsubox. Og ég prófa mig áfram. Og það hægt að googla þetta allt saman og prófa sig bara áfram. Þannig að maður sem finnur upplifanir, eins og fyrir mig til dæmis á sumrin þá hjóla ég. Það bara besta sem ég veit.
og ég fer í kalda sturtu og ég fer í köldböð og ég fer í sjóinn. Og ef að þú hugsa núna, ég er sem ekki kuldaskræfa, ef þú hugsar allt þetta fólk, þú veist, við erum öll þunglynd sem búum á Íslandi, það er mín skoðun. Og besta þunglindi sem ég veit það er að kæla sig. En það væri bara svo geggjað að þú kæmist á þann stað að þú skiptir þér máli. Að þú ættir þetta skilið. Og þegar við notum tíman vel þá hægjum við á honum. Og allt sem við segjum, hugsum og gerum eru möskvar í neti sem við köstum yfir okkur sjálf, segir Deepak Chopra í bókinni Lögmálin 7 velgengni. Og ég las þessa bók 1996 og það stóð bara ekki dæma, ekki dæma. Og það tók mig 25 ár í viðbót að hætta dæma. Út af því að þegar hallamálið er skakkt, að þá erum við alltaf að taka skakkar ákvarðanir. Og ef þú vilt skilja heiminn betur, að þá er rosa gaman að lesa bækur eftir Guðrúnu frá Lundi, tengdadóttirinn. Sjálfstætt fólk eftir Halldór Laxness. Og þegar þú ert að horfa á þessa þætti eða bíómyndir, þá sérðu hvernig fólk er samkvæmt sjálfum sér. Og sumir eru ótrúlega flottir og þeir eru bara alltaf notalegir og frábærir. Og mér langar að hvetja okkur öll til að þakka fólki fyrir og minna okkur á þessa gjöf sem þeir eru að gefa. En svo eru sumir einhvern veginn eins og séu alltaf taktlausir og þeir eru alltaf einhvern veginn að búa til ófrið, búa til spennu. Og það er svo gott að skilja bara, já, þú veist, þetta snýst ekkert mig. Og fólk er alltaf að yfirfæra, að tala út, þú veist, einhvern veginn, fólk vill að þér líði eins og þeim líður og það er ómeðvitað. Þú veist, það er enginn sem líður ógeðslega illa og er einhvern veginn að bíta sært dýr, særir aðra. Þetta er allt saman ómeðvitað. En þú eru að passa númer 1. Það er enginn sem gerir það fyrir þig og orka sem lekur er orka sem tekur. Og samskipti eru orkuskipti. Hvað metur þú mest í fari annarra? Þú veist, flestir segja heiðarleika. Það sem ég met mest í fari annarra, það eru samskiptafærni. Fólk sem spyr mann tilbaka. Fólk sem sýnir þér áhuga, fólk sem sér þig. Og í markþjálfun lærum við virka hlustun. Og bara ef þú vilt ná árangri, þú veist, bara byrjaðu á að hlusta án þess að hugsa þú ætlar að segja. Og það er það að gefa fólki athygli eða fallega sem þú getur gefið. Og dómarinn, við búum í heimi sem er rosalega söku dólga sækin. Og við heyrum hann er rosa dómharður. En ég meina dómjúkur, þú veist, hann er svo dómjúkur. Þú veist, það hvernig ég dæmdi aðra var alltaf birtingamynd á því hver ég var. Og ég svona dæmdi aðra, þú veist, sem átti ekki það sem ég hafði og fólk sem átti það sem mér langaði í og ég var ekki fær að eignast, ég þoldi það ekki. Og það er svo mikil gjöf, þú veist, að gefa sér það að skilja heiminn betur. Og þessi bók sem ég skrifaði, þetta er 34 ár af glósum. Og aðeins mig, ég ólst upp í ójafnvægi. Og ójafnvægi varð svona bara mitt auðkenni. Og ég bara byrjaði að deyfa mig eins ungur og ég gat. Þú veist, fyrsta ástin mér voru spilakassar þegar ég var 10 ára gamall. Svo byrjaði að drekka þegar ég var 14 ára. Og svo fór ég meðferð þegar ég var 22 ára og þó ég hefði hætt að drekka þá átti ég rosa langt í land. En ég hef aldrei verið eins vissum hvað ég var klár og þá. Og við höfum svona tilhneigingu til að réttlæta lífið okkar til að geta lifað af. En það þarf svo lítið að breyta til þess að mikið lægist. Og orkuskipti, þú veist, þú hittir einhvern og þið líður rosa vel. Þú hittir einhvern og hann talar og þú byrjar að geispa. Það er svona löggumerki mitt hérna. Ef ég er að tala við einhvern fyrir að geispa, þá er hann bara að taka alla orkuna mína. Og lífið er hegðun í leit að líðan.
og þú finnur alltaf þitt meðaltal. Þannig að kannski væri rosa gott að hugsa núna, þú veist, hvaða manneskja í þínu lífi færir þér mesta hlýju, færir þér mesta orku, hvernig getur þú hitt hana oftar, hvernig getur þú borið meiri virðingu fyrir því. Og svo eru sumir sem alltaf að gefa ráð og alltaf að grípa fram í. Það er svona reglur í samskiptum, þú veist, ekki grípa fram í, ekki gefa ráð. Og það sem að gerast, ég var alltaf að gefa fólki ráð út að ég var svo lítill. Og þegar ég gefa þér ráð, þá er ég að stækka mig og minnka hann til að leiðrétta þennan halla sem í mér. Og það að deila er að heila. Og ef þú deilir ekki, lokastu inni. Og vitundin, hún er bara svona eins og, bara svona, ef þú hugsa bara á sem að rennur. Og það kemur til þín í samskiptum, þú vilt segja eitthvað. Og þú segir það ekki og þá kemur bara svona, þá hleðst upp bara svona stífla og svo allt í einu hætturðu að þora að segja það sem þú ert að hugsa og svo verður þetta bara svona blaðrar sem bara svona springur í loft upp. En við viljum einhvern veginn að fá meira reynsli og ég tala í bókinni, það er hættulegt að opna, það er hættulegt að tala fyrstur. Og ég á reynslu af því að vera í nánum samskiptum og segja mannesku það sem ég finnst óþægilegt og hún ræðst á mig. Og þá læri ég, það er ekki öruggt að opna. Og það er bara svona rautt flagg. Og það sem ég þurft að gera, mér finnst þetta ekki í lagi. Og það er samskipti einhvern veginn við viljum vera að byggja. Þannig að ef við erum í samskiptum þar sem við finnum að ef þú opnar, setur hjarta þetta borð, það er ráðist á þig, að þá þurfum við svolítið að endurskoða, bara er þetta það sem ég vil? Og við fáum þetta eina líf og ef þú hugsa bara, þú veist, við erum kölluð til að vera besta útgáfan á okkur sjálfum. Við lifum í heimi sem þarf svo mikið að halda á fólki sem er jákvætt, sem er opið, sem er heilt. Þannig að ég skulda mér það að finna bestu aðstæður sem ég get lifað í, þar sem ég fæ að vaxa og einhvern veginn við höfum öll einhverja talentur og við viljum ávaxta talentur okkar. Þannig að kannski bara ef þú hugsar, þú veist, hvað þarf ég að gera til að ávaxta talentur mína? Og eitt af besta sem ég geri fyrir mig, ég þarf að hafa rosa mikið fyrir því að vera í jafnvægi út af því að það sem kom í rótina hjá mér, það var bara einhvern veginn ójafnvægi og við viljum öll gera það sem við erum góð í. Og ég er bara ótrúlega góður í því að koma mér í ójafnvægi. Þannig að við viljum komast, þú veist, í jarðveg. Og það er svolítið magna með bóndinn í Þykkvabænum, hann hugsa svo mikið hvernig lítur jarðvegurinn út. Þú veist, og á vorin fer hann að skoða hann, hvenær get ég fara að sá fræjónum. Og kannski getur hann byrjað að sá bara í maí, apríl, maí, þá fær hann rosa mikla uppskeru í júní og aftur í ágúst. En ef að jarðvegurinn er alveg frosinn, að þá er ekki hægt að sá í hann. Þannig að hvað getur við gert til að vera betri jarðvegur og þú veist, hvaða umhverfi þurfum við að komast í til að vaxa. Og við erum andlega verur og sönn hamingja, hún byggist alltaf á því að lifa andlegu lífi. Og þess vegna er með þessar biblíusögur í þessari bók, þetta snýst ekki eitthvað kristinbók, þetta snýst bara köllun til að lifa andlegu lífi. Og þegar þú ert tengdur, að þá finnur að lífi setið á réttan stað á réttum tíma. Þú hugsar hann Siggi hringir í þig. Þú þarft að kaupa þér eitthvað og allir bíllinn bara komið, þú þarft einhvern veginn að kaupa þér eitthvað, bara bíllinn er komið fyrir framan búðina og akkurat búðin sem varst að fara í yfir hliðina á. Þannig að þú finnur svona, þú ert réttum maður á réttum tíma. Og það sem við gefum er það sem við fáum. Og það sem okkur vantar erum við ekki að gefa. Þannig að ef að þú vilt meiri hlýju, sýndu meiri hlýju. Ég man þegar ég var ungur maður, mér langaði svo til þess að fólk myndi bera virðingu fyrir mér. Og þetta er svona rautt flagg, þú veist, það var engin ástæða til þess að bera virðingu fyrir mér. Ég var bara fullur og vildi spila póker og eltast við konur.
En svo einhvern veginn þegar ég lagði barnaskapinn niður og einhvern veginn gaf Guð mér það, ég byrjaði að sýna öðru fólki virðingu. Og þá fór fólk að sýna mér virðingu. Ég sýni fólki hlýju, fólk sýni mér hlýju. Og það einhvern veginn að vanda sig í samskiptum. Það sem fólk elskar mest að heyra er nafni sitt. Þú veist, lærðu nöfn og segðu góðan daginn, Sigurður. Og það besta sem þú getur gefið þér, það er einhvern veginn að meta aðra meira heldur en sjálfan sig. Þú veist, orðið ego þýðir idiot. Þú veist, það þýðir að þú ert alltaf upptekinn að sem þú þarft, þú vilt, að þá er það svona merki bara að þú sést ekki alveg á réttum stað. Og ég tala í bókinni farangurinn sem var stærri heldur en ég. Og það var einhvern veginn, þú veist, vegna míns eigins ístöðuleysis. Og ég var svo góður í því að vera í ójafnvægi og það var svo margt sem festist í rótinni sem var stærra heldur en ég. Þá hefur einhvern veginn lífið tekið mig miklu lengri tíma heldur en það þurfti. Og þetta snýst svo mikið að sjá það sem er. Í margþjálfun gengur út af það að hjálpa fólki að sjá það sem er. Og ég hélt alltaf að þegar þú sér það, þá er það komið. Nei, þá byrjar vinnan. Út af því að það er erfiðar að aflæra heldur en að læra. En endurtekningin er sterkar en reynslan. Þess vegna tala ég í bókin að finna taktinn, dag eftir dag, dag eftir dag, dag eftir dag. Og þegar þú tekur eina góða ákvörðun, aftur og aftur og aftur. Og það sem hefur virkað svo vel fyrir mig út af hver ég er, það er að skilgreina lífið mitt. Hver er ég? Þú veist, ég er maðurinn af Mörtu, ég er pabbinn af Rebekku. Ég er sonur foreldra minna, ég er vinur vina minna. Ég er markþjálfi, ég er uppfinningamaður, ég er listamaður í að lifa. Ég er forvitinn. Og Albert Einstein sagði bara eini kostur minni hvað ég er forvitinn. Og það að gefa sér það að vera forvitinn sjálfan sig og hvernig þetta virkar. Þú sá sem afla sér skilnings, vinnu sér mest gagn. Skilning hvað? Hvernig þetta virkar. Þú veist, þegar ég var 18 ára fór ég á Phoenix seminar með Brian Tracy og hann segir early to bed, early to rise, makes a man wealthy, healthy and wise. Og mér langaði alltaf svo að vera ríkur og það ég var svo fátækur Og ég bara, já, ég ætlaði að gera þetta, en það tók mig 30 ár. Þú veist, það tók mig 30 ár að komast á hana stað, að bara fara að sofa klukkan 10 og vakna klukkan 5. Og það að vakna ekki við vekjarklukku, hugsaðir að vakna á hverju morgni við vekjarklukku. Þú veist, alltaf að stuða hausinn. Og your starting place decides your outcome. Í upphafi skal endiri skoða. Og það hvernig við byrjum daginn. Stjórnar í hvernig hann verður. Og mér finnst með samskipti fyrsta snertingin. Your starting place decides your fyrsta snertingin. Þú veist, þegar þú kemur á okkur stað, byrja þá að vera hlýr. Þú veist, þú kemur heim og þú kissir makaðinn og horfir í augun, setur munnin svona 6 sekúndna kossin er mikið tekin, segir John Gottman. Að gefa konunni 6 sekúndna koss. Og þú segir eitthvað fallegt við konuna þína, bara takk fyrir að vera hérna til staða fyrir mig og takk fyrir hvað heimilið er fínt, takk fyrir að elda matinn. Og svo hittur þú strákinn, bara strákurinn minn. Og stóri, sterki, flotti strákurinn minn. Og þannig að gefa þér þessa gjöf. Hjörtur vinur minn, hann segir að maður sem á ekki frið á ekki neitt. Og það er til bara svona lífið er hegðun í leitarlíðan og sumir eru alltaf í ófriði. Út af þeir eru alltaf þetta er alltaf bara yfirfærslur, bara endurvarp. Og svo það hvernig við tölum, þú veist, það er til aðtal og frátal. Já, ég er alltaf svo þreyttur á morgnana. Já, ég held ég sé að vera lasin. Veðrið, þú veist, veðrið er besta mælieiningin á hvernig þið líður. Ef að veðrið stjórnaði hvernig þið líður, þá þú veist, þá væri þessi bók sem ég er búinn að skrifa bara rosa góð. Við höfum eitthvað skoðanir á veðrinu, þú veist, það er bara eins og það er. Og það að vera vitni en ekki leikstjóri, þú veist, að
Við viljum, ef þú ætlar að vera leikstjórinn, þá ertu bara að framleiða óhamingju. Þú vilt ekki vera leikstjórn, þú vilt bara vera vitni að því sem er að gerast og stundum er þetta þannig og þegar ég var að byrja mína göngu þá horfði ég alltaf út á við. En þú vilt horfa inn á því, vera vitni, horfa svona á því utanfrá. Já, viltu fara að fá því súkkulaði og kók núna? Já, og þú ert ekki búin að borða, bara búin að kjóta hann þreyttur. Og það er svolítið gaman að hugsa framheilan, seinni partina, þá erum við alltaf orðin svo þreytt. Við þurfum að fylla á framheilan. Við tökum oft verstu ákvarðanir, kannski milli 4 og 10 á kvöldin. Þannig að fara það, þegar þú komin heim og vinna að fylla á framheilan. Þú veist, þú gætir sett bara einhverja góða tónlista og sungið með á leiðinni heim og þú gætir einhvern veginn byrjað að hugsa bara kona mín er svo geggjuð og börnin mín svo geggjuð, heimili mitt er svo flott eða komið og farið í heit og kaldabotnin, farið út að labba, út að skokka, gert einhverja teygjur, hugleitt eitthvað, þú veist, gert eitthvað, þú veist, lesi eitthvað. Og ótrúlega gott þegar þú kemur heim að byrja á því að leggja inn fyrir góðu kvöldi áður en þú ferð í afþreyinguna. Ef þú ferð beint í afþreyinguna, festistu þar. En ef þú kemur heim og byrjar að leggja inn, að þá langaði ekkert að fara að slökkva. Og svo er svona spurning, ert að slaka eða slökkva? Þú veist, þú kemur heim og ert þreyttur, sest fyrir fram á sjónvarpið, kveikir á tölvunni, byrjar að skrolla eitthvað, þú veist, þá ertu náttúrulega bara the Terminator. En ef þú einhvern veginn finnur bara einhverja leið til að hlusta á einhverja leita hugleiðslu eða taka utan konuna þína bara í korter, bara leggjast niður í sófan, halda utan henni í korter. Og það besta sem til það er að vera í sambandi þar sem ástin er hrein, blaðið er hreint. Það er ekkert sem gefur þér eins mikla orku og að vera í heilu og hreinu ástarsambandi og ást er algeng en það er ekki algengur staður. Og ástin er eins og hver annar munaður, þú hefur engan rétt á henni nema þú hefur efn á henni sem gengur út á það, þú sýnir þér virðingu, heimilinu sem þú býrð í. Og þetta að meta það sem ég spurði Kalla vinn minn að því, mjög merkilegu maður, lífsreyndur, bara ef þú fengir að fara 30 ára aftur í tíman, hvaða ráð myndir ekki meta það sem Og ég tala mikið þetta í bókinni, þú veist, ég var hér en ég var ekki mættur. Þú veist, þegar ég var 26 ára, 25 ára, þá var ég búinn að eignast drauma lífið mitt. En farangurinn sem ég var að bera var stærri heldur en ég og hugmyndin þessa millisögu kom, ég var að lesa bók og það var dóttir sem átti pabba sem var í miklu ójafnvægi og hana langaði til að gera eitthvað og hún eitthvað að hlusta á hann og svo segir hún sko, það sem hann sagði var stærra heldur en ég og við þurfum að stækka, þú veist, við þurfum að nota hana tíma til að stækka. Og ég tala samræmið, þú veist, ef að samræmið rofnar, hljóð og mynd fer ekki saman, að þá einhvern veginn alltaf bara hvað er að gerast. En takk fyrir þetta í bili, bara áfram þú.